Góðan daginn, kæru áhorfendur. Ég heiti Jónas Velding Jónasson og ég ætla að kynna keppni fyrir okkur í dag. Þess að við erum að hefjast núna sem er þá kappakstur á MS MX5 MX5 möstum sem eru svona byrjandabílar í iRacing kappakstri. Keppnin fer fram á breskri braut sem heitir Oulton Park. Þetta gömul braut sem margar keppnir hafa farið fram og þessi braut er svona með þeim eldri í Bretlandi. Ofboðslega svona falleg braut í fallegu landslagi í svona miðausturhluta Bretlands og hún er svona hæðótt. Það eru flottar beygjur í þessari braut og þetta er svolítið challenge. Strákarnir sem eru að keppa í dag eru flestir mættir. Við erum að sjá 10 bíla keppa líklega í dag. Það eru aðeins minni mæting heldur var í gær því að við vorum að keppa í gær á annarri braut, sem sagt Le Mans brautinni, og þá keppni vann Karl Thoroddsen og það var hörkuspennandi keppni. Nú í dag erum við að fara aðeins öðruvísi í þetta. Það verður qualify í hálftíma sem akkurat að byrja núna og þá sjáum við hvernig menn raðast upp á rásröðinni og síðan mun hefjast hálftíma keppni og það skyldu pitstop í báðum keppnum. Það sérst önnur keppni sem hefst svo strax eftir fyrstu keppnina og þá verður startið á reverse grip. Sem sagt þá byrjar sá sem var síðastur, hann verður þá fyrstur. Það svolítið spennandi að sjá það. Það verður svolítið að virka svolítið vel í þessu hermikappakstri. Nú við erum að horfa á Guðmund Elíasson og Hákon fara ansi geist með góðan hitt í dekkjum og til í gera sig klára í tímatöku. Fara þeir sem sagt, það búið að stytta aðeins brautina sem sagt, við erum að keyra Island útgáfuna af henni og þá tekin enda tótan á brautinni sem sagt við Island Bend. Það var bara farið beint yfir í Fullstone beygjuna og þaðan upp á Hilltop sem kemur svona hæð og svo eru nokkra góðar hindranir og þarna eru strákarnir sem við erum að fylgjast með að fara á bara Knickebrock og svo Knickebrock beygjan þarna og síðan það Clay Hill, Water Tower og svo það Druitt Corner, Lodge Corner og svo komum við að ráspunktinum og þetta við getum skýrt þetta yfir íslensku yfir í hreindýrahlaupið eða dýrlíf og það farið þarna fram hjá startlínunni sem keppnin mun hefjast eftir cirka hálftíma. Og Guðmundur Elíasson kominn með besta tíman. Það sem sagt 1:35 og ekki langt á eftir honum sem sagt erlendur aðili, ég veit ekki alveg nánari deil á honum en hann heitir Tómas. Hann nú bara rétt 2 tíundur fyrir aftan hann. Svo annar erlendur aðili sem sem sagt með nokkuð góðan tíma líka og þeir eru allir mjög jafnir. Karl Thoroddsen þarna í 4. sæti. Aron Óskarsson sem Íslandsmeistari núverandi í hermikappakstri. Hann þarna í 5. Hákon Jökulsson í 7. og svo það Kristinn. Þetta á allt eftir að snúast eftir að sjá aðra sem sagt þegar qualifying lýkur. Þá munum við sjá einhver uppröðun. Jón Ingi Þorvaldsson mættur. Hann þarna kominn með einhvern, hann var nú bara að mæta þannig að hann nú svona á örugglega eftir að setja betri tíma. Hann nú sá eini sem með próf á þessa braut.
hann tók einhvern kappaksturskóla þarna, hann fór út og lærði á þessa braut, þannig að við möttum að fylgjast vel með honum. Hann er búinn að taka próf á akkúrat þessa braut. Það verður gaman að sjá, hann þekkir hvert próf og tíma þarna nokkuð vel. Svo er Hinrik Haraldsson, hann er ekki búinn að setja neitt tíma, og svo Þrándur og Marinó mættu líka, þannig að þetta menn að koma þegar komnir 12 bílar, 11 bílar sem sagt, til keppni. Það getur nú svo sem alveg bæst við ennþá, við möttum að sjá það. Menn eru kannski að koma á göngutúr eða eitthvað svoleiðis. Það er fallegur sunnudagur og menn eru kannski búin að vera að eyða deginum með fjölskyldunum. Þarna fer Jón Þorvaldsson, sem að þekkir nú brautina best, fer þarna góða dífu yfir í grasið og klessir á vegg. Nú ekki hvort þá þurfi nú ekki að fara í pittin og láta laga bílinn eitthvað, því að einhver vinna nú að stýri sig eitthvað skakt eftir þessa byltu. Og hann er tryggur við svarta litinn. Þarna fer á undan Aron Óskarsson, sem er Íslandsmeistari núverandi, Íslandsmeistari númer 2, við getum sagt það. Það veit allir hver er númer 1. Hver áratur fyrsti Íslandsmeistari? Það er sá sem talar. En ég er ekki að keppa í dag, ég er svona, ég er að snúa upp á mig aðeins. Ég er ekki svona búinn að vera nógu duglegur að æfa mig í iRacing, og svo er þetta bara þannig að menn svona, maður vill vera samkeppnishæfur og ekki gera nein stór mistök, þannig að ég ætla aðeins að bíða og sjá. Þannig að ég var settur í þetta verkefni að lýsa kappakstrinum, og þetta verður held ég bara mjög spennandi, því að menn eru nokkuð jafnir hérna þetta eru ofboðslega góðir tímar hérna á fyrstu 4, fyrstu 5. Það er líka gaman að segja frá því að það sem er mjög frábrugðið þessari keppni með við til dæmis aðrar keppnir eins og keppnin í gær er að núna klukkan 2 í dag að þá voru 6 brautir sem komu til greina, og það var í raun og veru bara að kasta teningu upp á hvaða braut yrði keyrð. Já, þannig að menn komu ekkert undirbúnir neitt. Nei, þú gast ekki æft þig fyrir ákveðna braut, og svo er bara tilkynnt klukkan 2 í dag og tilkynnt hvaða brauta er sem verður keyrð. Og svo æfingar klukkan 4 í dag, þannig að margir eru þá núna búin að vera að keyra þessa braut kannski í fyrsta skipti og bara búin að keyra rúma klukkutíma. Já. Þannig að og þar sem þetta eru nú ekki hröðustu bílarnir og allir einsettur upp, og þá gæti þetta orðið svolítið skrautlegt, sko. Já. Menn eru misjafnlega í misjöfnu formi fyrir þetta, en það sem að bílarnir eru nokkuð svona ekki hraðskreiðir, það ætti nú að vera fljótir að ná tökum á þeim. En menn verðast nú vera nokkuð vel æfðir miðað við tímana sem við erum að sjá hérna, þeir eru nokkuð keppt saman. Já, við sjáum að það eru efstu 4 eru komnir í 1.35. Já. Og það er líklegt að það svona 1.35-36 verður líklegast svona race paceið á hröðustu mönnum. En það er spurning hvort að einhverju fari og reyni að færa bremsupunkta eða hvað þeir ákveða að gera til þess að reyna kannski að skafa af, komast í 1.34 kannski. Já, Karl er nú orðinn svolítið líklegur þar, hann er nú aðeins farin að nálgast, hann var nú að setja inn besta tíma núna, 1.35-2.95. Já, kannski hann sé líklegastur í það. Þannig er Kristinn að fara á vegg. Hann er svolítið skemmtilegt liveríð á bílnum hans Kristins Arnars Haukssonar. Og það er mynd af keppinauti hans, Aroni Óskarsinni, sem er hérna út allan bíl. Og nú erum við að ljúka hérna. Nú er þetta síðasti hringur. Já, í þessari æfingu. Í þessari æfingu. Og þá hefjast tímatökurnar. Og það eru 20 mínútur, það ekki? Tímataka, jú, 19.55. Jú.
Þá ættum við að fara að sjá hvernig þetta raðast upp. Hér fer fyrstur út úr pittinu Guðmundur Elíasson og eftir honum er ég held að þetta sé Karl sem að Messier, sem sagt erlendur aðili sem fór hérna eftir honum. Þarna Karl Thoroddsen, Thomas Grendel og Kristín þar fyrir aftan. Og menn eiga eftir að ná hít í dekkin og svona, þannig að bílarnir geta verið svolítið óstöðir. Já, en það er líka sem er kannski smá merkilegt í þess að þeir fara allir strax út. Já. Og í staði fyrir að reyna að búa sér til eitthvað pláss. Já. Það er náttúrulega langt best að vera fyrstur, koma fyrstur út úr út úr pittinum þegar tímatökur hefjast. Þá ertu með opið blað fyrir fram að þetta getur tafið alveg rosalega að lendi í öðrum sem að taka tíman og þú hraðar en hann. Og það er líka óþægilegt fyrir þann sem að ekur þeim bíl sem að fyrir framan að hafa annan eigandi fyrir aftan sig. Já. Og þá fer fókusinn svolítið úr í kerfi við það. Já, mér finnst líklegt að því að nú hafa þær fínan tíma í qualifyið og þar sem þeir eru að taka hringinn á rúma 1:30 annað en þessar 3 mínútur í gær. Og þá að hafa þær meiri tækifæri að fara núna að æfa sig, geta svo tekið pásu og reynt að stimpla sig út á auða braut. Ef að þeim finnst þeir þurfa það, en svo kannski ekki mikið kjölsog í þessum bílum og ekki mikið af löngum beinum köflum. Nei, þetta er allt auðveldara heldur en í gær. Þetta var náttúrulega sérstaklega mikið lagt undir í hverjum hring. Og ekki allir sem náðu tíma í gær út af því að smá mistök gerðu bara 3,5 mínútu endur. Já. En hérna erum við bara að tala um 1,5. Já, það sem að munar gríðarlega það sérstaklega í tímatökunum. Já. Hér er Marino Haraldsson mættur. Hann átti nú flott að spretta í gær, það var gaman að fylgjast með honum, við hældum honum alveg bak og fyrir. Svo gerði hann smá mistök og endaði ekkert rosalega vel í gær, en við skulum fylgjast vel með honum eftir. Aron Óskarsson á örugglega eftir að gera einhverja skemmtilega hluti hérna líka. Já, við erum að sjá líka bara á æfingum að þeir eru að koma inn og kannski að taka fyrstu hringi svona 1:40 og bara svona rétt að læra á hvar er hægt að skafa af einhver tíma og þeir eru ennþá svolítið í því að reyna að finna út hvar kemst ég upp með að bremsa seinna, hvar kemst ég upp með að fara fyrir á bensíngjöfina. Já, þeir eru að leita að svona einhverju sekúndubrotum í öllum beygjum. Það náttúrulega eðlilega einhvers staðar leynist hálf sekúnda hér og þar, sérstaklega fyrir þá sem hafa ekki stúdera brautina. Já, alveg 100%. Þegar þeir fatta það, þá er svolítið gaman að sjá hvað þeir tínaðu upp og svo setja það svo saman og þá verður til qualify hringur. Já, og svo verður líka fróðlegt sérstaklega með þá sem hafa verið að koma inn núna seinnipartinn, að það sem að getur oft gerst þegar þú ert að ert kannski í skottina á manninu fyrir fram að þig og þá ferðu og á braut kannski sem þú þekkir minna, þá ferðu að reyna að elta bremsupunktin hjá bílnum fyrir fram að þig. Og gerir svolítið að því að elta aðra inn í mistöki þeirra þá. Já. Og þá ertu kannski farin að bremsa of snemma eða of seint af því að þú ert að reyna að herma eftir bílnum fyrir fram að þig í staðinn fyrir að taka þína línu. Já, en það er samt svolítið svona fljótleg aðferð að læra brautina, það er allt annan. Já. Það er eiginlega besta svona meðalið. Já, ég tók nú þátt í einhverju F3 keppni í fyrra bara svona til að prófa og þá ég náði að skafa einhverja sekundu bara
á því að fylgjast með til dæmis í hvaða gýrum hröðustu menn voru að fara í beygjur. Já, Þeir voru kannski að fara í einum gýr fyrir ofan eða neðan það sem ég hefði verið að gera og þar af leiðandi voru þeir að fara hraðar kannski í beygjur sem ég gerði mér ekki alveg grein fyrir því að ég gæti farið það hratt í. já. Já, það er rosalega mikið atriði að vera í rétta gírnum í hverju beygju fyrir sig Já, og skipta rétt niður, skipta rétt upp. já, Þetta er að ná refinu í bílnum algjörlega upp í topp áður en hann skiptir í næsta gír. já, Og svo er stundum gott þegar þú kemur út í beygjum að skipta fljótt yfir í annan gír fyrir ofan til þess að ná sko reynsinu. já, og bara til að toga þig áfram. Já, það tekur tíma að skipta gír. Það er alveg ótrúlega magna hvað það getur haft dregið úr hver gírskipting. Já, að það er svo eins og þessi leikur býður upp að þá getur þú stilt þannig að bíllinn hjálpi þér með að refmatsa og svona þegar þú ert að skipta niður. Og það er kannski bara þeir allra hörðustu sem að er í því sjálfur að reyna að refmatsa. Já, það er þetta að vera með sjálfvirka skiptingu og autoklöts og allan fjandann. Ég veit ekki hvort það sé stilt á og það er náttúrulega hægt að taka það af. Já, ég held að flestir séu sko að kúpla sjálfur, en ég heldur séu ekki margir sem eru það heitir í leiknum eða mann rétt heitir þetta blipp. Það er í raun og veru að ítir hann á bensíngjöfina þegar þú fyrir á kúplinguna til þess að ná að rafmatsa bílnum þegar þú ert að gíra niður. Já. Og hún er fast stilt, sem sagt, hún kemur, er á upprunalega þú ert að taka hana af. Já. Og það er svolítið gaman að sjá munin á skiptingunum þegar að þú ert að reyna að gera þetta sjálfur á móti þegar þú ert að fá hjálp við það. En nú er Karl Messier komið með hraðasta tíman, 1:35.117. Það er svona besti hringur sem við höfum séð hingað til. Já, við séum 35.2 var Karl Thoroddsen með áðan í æfingunum. Þannig að þessi strákur virðist vera nokkuð þéttur hérna á þessari braut. Já, hann virðist vera öruggur með sig. Hann virðist vera búinn að finna einhverja staði sem að aðrir menn er ekki búnir að finna, sko. Margir sem að keppa á þessum bílum stanslaust online, sko. Já. En þú sér líka munin eins og Marino kemur seint inn, hann kemur eiginlega bara beint inn í qualify sessioni. Já. Og hann er þannig að 4 sekúndum og eftir hraðasta manni. Já, sem er ansi langt. Það er, já, sérstaklega á svona stuttri braut þá er þetta alveg heil eilífð á eftir, sko. Já. En þeir eru þarna svona fyrstu 5-6 ættu að vera svolítið barátta þar sérstaklega kannski þessir efstu 4 sem eru allir komnir í 35. Getur við farið aðeins inn í bílinn hjá Guðmundi, við skulum ekki tala við hann. Fært okkur yfir í cockpiti hjá hann og sjá hvað hann er að gera. Já. Þarna eru við. Hann er að starta að fesa okkur í grasi. Já, hann ætlar að nota alla brautina. Já. Þetta er svolítið ærising, er svolítið eins og svona, það verður að keyra þetta svolítið eins og fiðringi. Já. Snerta svona gentle alla fleti, þannig að þú stýrir líka, það er öll hreyfing á bílnum, setur hann í ójafnvægi ef maður tekur sem þetta svo snögglega í stýri. Það getur haft svolítið svona afdrifaríkar afleiðingar fyrir balansin í bílnum. Sérstaklega þegar bílarnir eru farin að fara svolítið hratt. Já, að það er sko, ég veit ekki hvernig það er með þessa möstur sko, en það er sérstaklega á hröðubílunum að þú þarft ekki að fara mikið út á grasið til þess að vera búinn að missa algjör á stjórn á bílnum. Grasið er stórhættulegt, maður á helst ekkert að fara út í það.
Nei, það miklu betra að vera á malbikaða partinum, þú fer hraðar þar. Já. Svona betra að vera með dekkin ekki öll í grasgrænu. Já. En það eru allir ennþá út á braut núna. Og allir að keyra og það Þrándur sá eini sem ekki kominn í tíma. Nei, hann ekki komið með löglegan tíma allavega. Nei. Þarna erum við að fylgjast með honum, hann þarna á hvítabílnum og þarna fyrir Hákon Jökulsson og þá skýtur sig fram úr og Karl Thoroddsen heldur þarna innri línu, hann vill náttúrulega ekki hleypa einhverju fram fyrir sig því að hann vill náttúrulega vera með auðan sjó fyrir fram að sig. Já, en við sjáum þarna til dæmis, þarna Þrándur farin út af og hann nær að bjarga sér en Kristinn fyrir aftan á hann þarna. En þarna, ef Kristinn hefði ekki farið á hann, þá nær hann ekki löglegum tíma þarna þegar hann fer út af brautinni. Já. Þannig að núna þarf hann í raun og veru bara að passa sig að vera ekki fyrir þeim sem að taka, eru kannski á heitum hring. Já, þetta svolítið, hann hefur fór Kristinn í hann og hann kannski trufla hans hring. Já, en það kannski lítið sem að Þrándur gat gert í þessu þess að hann var búinn að missa bílinn og endar enga stjórn á hann. Endar bara svona í raun og veru því miður fyrir framan Kristinn út á miðri braut. Já. En við sjáum að hann að dansa þarna svolítið hjá hann afturendinn. Já. En ég myndi Þrándur, ef ég hefði verið Þrándur, þá hefði ég nú farið í pittin þarna og að því minnst mjög líklegt að afturendinn á bílnum ekki alveg eins og hann á að vera, sko. Það búið að klessa á hann, sko, þannig að það líklegt að það búið að það eitthvað ekki alveg jafnvægi. Já. Það er bara aksturseiginleika bílsins hafa líklega breyst. Já, en það spurning hvort að hann einmitt einn af þeim sem kemur seint inn, þannig að hann kannski ennþá að reyna að læra á brautina. Og vill kannski ná einum hring. Ég held að Þrándur sé ekki með svona græju heima á sér heldur. Nei, ég held að hann sé í GT Akademiðinni í Ármúlunum. Já. En það verður fróðlegt að fylgjast með það er mjög gaman að fylgjast með þessu þótt að þetta sé tölvuleikur í raun og veru að þá eru allir að taka þessu alvarlega og passa sig að vera ekki fyrir og skemmi ekki fyrir öðrum. Og það er mjög gaman að fylgjast með svona, þegar þessar hörðustu baráttur eru og þeir eru kannski stöðari við stöðari í fleiri hringi. Já, eins og við sáum í gær. Já. Sem voru mjög margar skemmtilega baráttur. Sérstaklega menn voru að skiptast á því að taka fram úr af því að þeir náðu dræginu frá hverjum öðrum betra exiti og svona og þetta var svolítið ansi skemmtilegt. Vonandi sáðu eitthvað svona svipað í dag en það verður ekki alveg eins það er alveg engin kappastur eins og sem það er. Nei, það er líka kannski að því að þarna í þessu eru 2 keppnir og þá tekur það hálftíma og svo getur það aðeins anda léttar og tekur svo næstu keppni. Í gær er þetta náttúrulega að keyra töluvert hraðar, töluvert meiri átök í klukkutíma. Þannig fer Þrándur í pitstop. Það eru 6 mínútur eftir að tímatökunni. Já. Hann þarf eiginlega að vera fljótur út ef hann ætlar að ná löglegum tíma. En við sjáum líka að nú er Marino komin í 1.37 úr 1.40 eins og það byrjaði nú. Búin að minnka þetta töluvert, það lítur betur út. Getur við farið aðeins yfir í bílinn hans Aron? Já. Þarna er Aron. Hans besti hringur sem komið hann var nú með aðeins betur hring á hann í æfinguna, þannig að hann á kannski eftir að bæta sig eitthvað. Já. Hefur við að fá viðtal við kappann eða heldur við truflum hann mikið eða? Við getum séð hvort að sjá hvernig hvort hann fari eitthvað, hann virðast aðeins vera
Já, hann er að taka hann var mist hann aðeins þarna aftan, hann fór upp á korpsið og misti smá balans. Það er alveg ótrúlegt að það dregur í. Já, Við getum bara hafa tapað þarna einhverjum sko 20 millisekundum eftir bara svo 200 eða eitthvað svona, bara við svona smá snúning. Þetta er ótrúlega og það er sérstaklega í tímatökum þegar þú sér það að hvað er stutt í raun og veru á milli manna, þá eru þessi sekúndubrot skiptaðu gríðarlegu máli. Aron setur ekki hraðar núna, hann fer þennan sekúndu hægar heldur en sín hraðasti tími. Já, það hann lenti í þarna einhverju smá. Hann líklega að fá hit í dekkinu og svona, hann með auðan sjó fyrir fram að sér nokkurn veginn, þannig að við ættum að fara að sjá hann neglinn einhver tíma. Já. En ef að færa okkur aðeins yfir í hann Karl með C. Hvað hann? Karl Fredrik Herzog. Hann keyrir eins og hershöfðingi. Já, hann búinn að vera, hann sko með við töluna sem ég sé, þá hann búinn að fara 8 hringi. Já. Síðasti hringur var reyndar ekki góður hjá honum, hann 1:39. Kannski lenti ykkur trafík eða eitthvað svoleiðis. Já, það gæti verið. Þannig að það nú ekki langt í Guðmundan og ekki Karl heldur Thoroddsen. Þeir eru nokkuð svona jafnir allir á fyrstu 3. Já. Þeir eru allir sigurstranglegir. Já, það verður mjög spennandi að sjá fyrstu beygurnar hjá þeim. Já, nú bara 2 eða 3 mínútur eftir á tímatökunni. Það þetta ekki rolling start sem við fáum? Mér finnst það líklegt, en ég ætla ekki að lofa þér því. Nei. En það er sérstaklega því að þetta það er ekki neitt bíl sem kraftmeiri en annar eða með betri loftmótstöðu eða neitt, þeir eru allir alveg eins. Eina sem þið geta stilt heldur breykja sig. Jú, ég held að það sé eina sem þið geta stilt sem getur haft einhver áhrif. Ég veit að Karl Thoroddsen, hann er duglegur í að fikta í breykbíasnum sínum. Það svolítið mikilvægt að það að fá ef maður neglir, þá eiga afturbremsurnar að læsa skömmu á eftir frambremsunum, og dýfir bremsunni niður. Já. Þá eiga þær að læsa sig fyrst á framan og síðan aftan, mjög fljótlega. En ef að afturbremsurnar læsa sig fyrr en frambremsurnar, þá ertu með breykbíasið stilt allt og aftarlega, þá getur mist bara bílinn, afturendan, fram fyrir framendan. Þannig að þetta svona, menn að stilla þetta svolítið eftir bensíntöku, og þú byrja með fullan tank, þá getur þú verið með breykbíasið aftar og ná betri hemlu, ná öll 4 dekkin. En svo þegar að tæmast úr bensíntanknum, þá borgar sig að færa breykbíasið framar til þess að lenda ekki í því að afturöndin farið framfyrir. Að bílinn snúist, að þær læsist undan, því að þetta er svolítið fín lína þarna á milli. Þú vilt fá sem stöðugasta bremsun á öll dekk. Þetta er líka bara eins og fyrir það sem horfa á til dæmis formúluna, að þegar þeir eru að fikta í stýrinu allan hringina, þá er oft verið að skipta breykbíja sem breytunum aðeins fyrir eina beygju og breytunum svo aftur fyrir næstu beygju. Já, þeir eru með þess að breyta drifhlut, diff í hverju beygju og allavega. Það er alveg ótrúlegt hvað þeir eru tæknilegir. Já, þeir eru bara eins og þeir séu að senda texta á síma. Já, það er eins og þeir séu bara heima þessar að forrita líka við, það er svo mikið að gera hérna. Já, og það er mjög frábært að fara á YouTube til dæmis og sjá vídeo af eins og Petronas Mercedes-liðið. Þeir eru með vídeo þar sem er verið að fara yfir stýri hvað hver takki gerir. Já.
Já. Þá lokin tímataka og það Karl Messier, Karl, sem með besta tíman. Og Guðmundur í öðru sæti, Karl í þriðja sæti, Thoroddsen. Tómas Grendel í fjórða sæti. Hákon Jökulsson í 5., Aron Óskarsson í 6., Marino í 7., Kristinn Hauksson í 8., Hinrik Haraldsson í 9. og maðurinn sem með réttindi á brautina, Jón Þorvaldsson, rekur lestina í 10. sæti. Voru ekki fleiri áðan? Jú, svo var Þrándur, já. Já. Það Þrándur hérna. Herðu, þá hefst keppnin, gerum við ráð fyrir. Já, þeir ættu að vera... Þeir ættu að vera í einhverju fjarlægð frá ráspunktinum, það ekki bara að inn á, ég held að þeir byrji þarna bara 2 beygjum frá, inn á eftir þarna Drútskorner. Já. Það sé start í höfum. Já, hérna sjáum við á. Já, þeir eru með þarna horsbifreið. Já, svo þetta er þá rolling start. Já, og þá munum við sjá, sem sagt, þá mun hann fara inn í pittin, þegar að horsinn fer inn í pittin, greinilega búinn að fá gírana. Þá hefur, sem sagt, Karl, hann með forystu hlutverki að þegar hann stígur á bensínið, þá mega hinir elta. Já. Þegar kemur grænt ljós, sem sagt. Það mun koma grænt ljós í mælaborðinu. Já, en við sáum þarna að Guðmundur þjóðstartaði fór aðeins áfram. Það allt í lagi þarna, sko. Það hefur ekkert að segja. Það bara í standing start sem að þeir menn fá refsingu fyrir það. Já. Þetta þú veist, þeir mega fara fram fyrir og aftur fyrir þetta. Hann má bara ekki vera, Guðmundur má ekki vera fyrir framan hann, með nefið fyrir framan hann þegar það byrjar. Hann þarf að vera í ákveðni í sinni, sem sagt, í réttri röð. Já. Þegar að starti verður. Nú nætti það að þarna fara þeir, sem sagt, niður í hreindýrahlaupið. Þannig fyrir öryggisbíllinn inn. Og það er grænt ljós. Og hér sjáum við kappaksturin fara af stað og það er Karl sem að tekur þarna lítið, Karl Fredrik Herzog og Guðmundur á eftir honum. Já. Þarna er ekki Þrándur sem fór út af þarna? Býttu nú við, fór einhver út af? Þrándur hefur farið út af, já, hann er að taka hann á donuts, skilja gúmmíið eftir í brautinni. Þetta er Hákon Jökulsson fer hann aðeins út af og hann sem sagt nær að halda stjórn á bílnum. Hérna komum við inn í Ælandbeyguna. Þarna er einhverjir að stinga sér, sem sagt þeir eru að bremsa seint inn í beyguna og taka svona dive-bomb á þetta. Getur verið hættulegt, getur verið afdrifaríkt. Það sýnist mér að hafa orðið eitthvað... Kristinn Arnar Hauksson og hver er þetta við hliðina á honum? Þetta er þetta ekki Hinrik? Jó, þetta er Hinrik, alveg rétt. Og þarna erum við að fylgjast með, þarna snýr Hinrik. Herru, Karl hefur lent í einhverju uppákomu. Hann er eitthvað skemmtur af framann. Já, hann hefur lent, það hefur verið hann sem að lent í þessum árekstri hérna áðan, þannig hann er búinn að tapa ansi mörgu sætur niður. Já. Maðurinn sem vann keppnin í gær, vel og örugglega. Já, það var mjög þægilegt fyrir hann. Já, hann þurfti aldrei að líta í spegilinn. Hann hélt bara áfram og tók þetta 20 sinnum betur en hinnir. Já. En hann getur náttúrulega, það er optimal, sem sagt, það er skildut pitstop, þannig að hann getur notað pitstopið til þess að laga bílinn. Já. Við sjáum að Þrándur er búinn að taka sitt. Eða er í pittinum. Já, Þrándur hefur fengið einhverja skemmtir á sig, þannig að hann lítur að vera að taka það þá núna. Já. Hér eru að fylgjast með Tómas Grendel og fyrir aftan henni er Hákon. Menn er ekkert að svona sækja beint, þetta er svona komið ákveðið bíl á milli bíla. Það er engin svona stórkostleg barátta hérna á ferðinni. Nei, við sjáum að þetta er svona smá barátta hérna um 3. og 4. Já, þetta eru mennirnir sem voru nokkuð svona nálægt í tímatökunni. Já. Karl, Guðmundur, Tómas og Hákon. En það vantar hérna inn í þessa baráttu Karl Thoroddsen.
Aron hefur unnið sig upp eitt sæti allavega, heitir Jón, hann nú bara komin upp 5 sæti þegar. Hann eitthvað búinn að læðast þarna. Jón náttúrulega með réttindi á þessa braut. Já, það líka spurning hvort að eitthvað af þessum árekstrum hafi orðið til þess að hann náði að lauma sér hana framhjá. Orðið honum í hag. Já, en við sjáum sko Karl Thoroddsen, hann er búið með sitt pitstop núna. Já. Þrándur ennþá í pittinum. Ok, hann hefur kannski bara ákveðið að hætta keppni eða eitthvað. Það sem getur hafa gerst fyrir hann að þú getur valið að láta draga bílinn í pittin. Já. Og það tekur alltaf lengri tíma. Og svo náttúrulega taka viðgerðir á bílnum náttúrulega lengri tíma líka, en það þú vilt keyra í pittin. Það tekur styttri tíma yfirleitt. Og eins og þarna Þrándur, hann fer út af strax í fyrstu beygju. Þannig að þá þetta í raun og veru eins og það þurfa að draga bílinn allan hringinn og inn í pitt. Getum við skipt yfir á Hákon? Það var eitthvað að gerast þarna á Hákonum. Já, það var að missa þarna, já, nei, þarna var að, sko, Hákon misti Kristín framfyrir sig. Já. Og Jón fylgir Jón fylgir vel á eftir, þannig að Jón nokkuð að koma sterkur hérna inn í baráttuna. Já. Hann náttúrulega þekkir þessa braut best á öllum. Já, þetta ekki braut sem mikið keyrð. Nei, hún svolítið, þessi braut tæknileg. Þú ert að læra þessa braut sem ná góðum hraða á henni. Þetta eru hægur upp og niður, blinda beygjur og svona sko. Sérstaklega síðasta lotskornir. Það er rosalega auðvelt að yfirskjóta það og fara út af brautinu. Við sjáum Karl núna komin í 1.34. Já. Það rosalega tími. Já. Og hér Aron Óskarsson og Hinrik. Við skulum aðeins bíða með að trufla á núna í þessari baráttu. Þetta náttúrulega reynir á alla taugar hérna. Hér sko, já, þetta svolítið flott skot svona. Þið sjá hvernig Hinrik lokar á hann og passa sig að skilja ekki hurðin eftir opna. Þetta tekur á taugarnar að vera með eitthvað sko fyrir aftan sig. Þannig liggur við byrjaðar að snerta stuðara. Já. Og það líka það sem að Aron hefur núna kannski sem að ég held reyndar að hann hafi ekki gert það viljandi, en það oft gott í þess að þegar þú ert í svona stöðara baráttu aðeins að bakka, aðeins að anda smá og gera svo árás. Já. Og það er mjög óþægilegt að vera með mann í speglunum sínu stanslaust, en það er líka mjög óþægilegt að sjá mann nálgast þig aftur og aftur og aftur. Já, það er akkurat það sem Aron að gera, að taka hann á taugum. Já. Og þá slær hann ekkert af. Hann keyrir alveg svoleiðis upp í raskatið á honum eins og hann getur til þess að eyðileggja fyrir honum fókusinn í öllum beygjum. Já. Það akkurat tækni við þetta. Það að vera sem mest óþolandi. Já, það er líka það sem að því að núna getur Hinrik ekki einbeitt sér 100% að sinni aksturslínu. Því hann þarf að vera tilbúinn til að loka hurðum ef Aron gerir þarna. Hann fer í það að verja innri punktinn, en skellir aftur fyrir þarna. Já. Til þess að geta náð þessu exiti hér sem að greinilega Aron... Það fer hann aðeins út af. Já. Og ég held að Aron sé að fara að taka þetta hérna, en... Nei, Hinrik í betri stöðu þarna, í staðsetningarlega séð. Já, Aron kemur núna innri. Núna Aron að fara að taka þetta. Þetta er akkurat það sem fara að gerast. Núna sjáum við hvort bremsar, já, en Hinrik í betri stöðu. Já. En þeir eru alveg
En Aron komið fram úr hennum. Já. Þetta svona mesta baráttan í Eins og er. augnablikinu. Við sjáum að Kalli aðeins svona farin að sjá aftan í Marinó. Það Hinrik ætlar ekki að hleypa Aroni langt frá sér. Nei. Ekki strax allavega. Enda á hann að reyna að ná honum aftur. Að gefa þetta svona auðveldlega upp. Já, þetta var þarna Hinrik fer aðeins út af og það setur Aron upp í þægilega stöðu til að ná þá innri í seinni beygjunni. Já, það tók... En þarna missir Aron bílinn. Hann misti hann nú. Sástu hvernig Hinrik elti hann inn í mistökum? Af því að hann var búinn að læsa sig aftan á stöðuna og hann elti hann inn á nákvæmlega misti hann næstu í báðu. Já. Þannig sem Kristinn verið að koma út í pittinum. Já, en hann komið að hringa eftir það hvað? Hann Já. hefur líka bara farið í pittin eða? Hann hefur tekið pittin bara, tekur hraðasta pitstoppið. Hann ekki hringa eftir, hann hefur bara verið fyrir fram á hann, þannig hann Já, hann kominn inn í kemur út baráttu bara. núna. Já. Þannig að hann bætist inn í, það verður svolítið spennandi að sjá að Aron missir kannski... Nei, og tekur út Aron. Þetta var alveg... Og Kristinn sleppur alveg. Já, það var Kristinn sem fór vel út úr þessu. Já. Hann dæbombaði hann Hinrik á Aron, má segja þarna í þessari beygju, hann bremsaði aftur segn. Þarna held ég að pressan sem að því að Aron var komin eiginlega svolítið á auðansjó, en Hinrik og Kristinn voru þarna farnir að berjast og Hinrik ætlar að bremsa seinna, en bara bremsa líklegast aðeins og harkalega. Já. Og missi stjórnina. Bara beint áfram í raun og veru þegar hún læsi dekkan. Já. Þannig að ég held að Hinrik þurfi nú að fara í pittin og láta laga bílinn því að þetta hérna og sjá félagann að berjast. Karl Þóroddsson og Jón Inga Þorvaldsson. Þú sér hvað Karl að halda bílnum sínum stöðugur í og úr beygjum. Já, það skiptir ótrúlega miklu máli að halda stöðuleika í þessu. Já, hann aðeins að dansa hana hjá hennu Jóni. Nei, hjá Marinós. Það að þetta getur orðið... Já, var ég að ruglast, þetta ekki Jón, þetta Marinó. Já. Þú týndist því að svartan bíl, já, ok, þetta Marinó. Marinó er nú ekki auðveldur í framtökum. Nei, en það sem spennandi við þetta bæði það að Karl rosalega góður í að taka fram úr. Já. En Marinó áttur á móti rosalega góður í að verjast. Já. En þarna greinilega kann ekki alveg á þennan bíl og fer þarna aðeins út fyrir og aftur þarna. En þarna þarf Kalle að bremsa svo hann bara fari ekki inn í hliðina á hann. Já. Það þarf að vinna þetta ef við mittlega verið í þessari stöðu verið fyrir aftan hann Marinó. Það getur verið svolítið, maður þarf að vera ansi séður að losna við hann. Já, getum við séð, já, aftur hérna. Förum inn í bílinn hjá Marinó. Getum við skellt okkur aðeins inn í og séð hvað að gerast þarna í cockpitinu hjá hann. Já, nú sjáum við hérna Marinó reyna allt sem hann getur til þess að ná aftur. Við mistum að því þegar hérna Karl tók fram úr Marinó. Nú ætti... Nei, hann... Já. Þetta kom svolítið óvart. Þetta ekki, maður ekki vanur að sjá Kalla gera svona mistök. Nei, ég hélt að bjóst við að ég myndi sjá hann stinga af þarna en allt getur gerst. Honum ekki að ganga eins vel og hann gekk í gær. Þarna fer hann í gegnum hreindýrahlaupið og fram hjá ráslínunni og það töluvert í hann. Eigum við að skipta yfir í næstu baráttu? Hverju geta það verið? Eru það hérna Guðmundur og Tómas? Já, þannig Tómas að taka fram úr Þrándi sýnist mér. Sem hring á eftir. Já. Og
hann svona aðeins út alla brautan þrándur. Já. Það var samt sem betur fyrir ekki fyrir Tómas þegar hann tekur fram. Nei, hann voðalega kurteis hann Þrándur. Já. Það færi ekki frá ef menn eru miklu hraðari náttúrulega. Já. Þetta náttúrulega barátta þarna milli Tómasar og Guðmundar. Það ennþá, Guðmundur hefur nokkuð gott forskot á hann. Þú sér líka að Karl svolítið búinn að slíta sig frá hópnum. Í raun og veru hvernig hann búinn að vera að keyra þá hann hraðasti maðurinn á brautinni. Nú, ok. Heyrist rýmið í okkur? Ok. Já, þannig að þetta er staðan eins og hún er. Karl er með 5 sekúndna forskot á Guðmund, þannig að það er að vaxa ansi hratt. Ég meina það var bara 4,9 fyrir einu hring síðan, hann er búinn að taka alveg góðan bita af honum. Já, og það virðist vera núna í raun og veru komið nokkuð þægilegt bíl hjá öllum. Engin í svona harðri baráttu eins og en það er engin í svona árásastöðu. Nei, en málið að það ekki allir búnir að fara í pittin. Nei. Að fremstu menn eiga allir eftir að fara í pittin. Já. Og sko það gæti orðið þá einhverjar hrókeringar á sætum. Já. En hversu miklar, Já, erfitt að segja. Það eru bara það eru svo 35 sekúndur í Kristín, þannig að hann Karl ætti að geta farið í gegnum pittin á þeim tíma. Já, sko pitturinn að taka rúmar 20 sekúndur. Já. Og það sem Karl hefur svolítið, Karl Fredrik hefur svolítið uppi höndina að menninni frá aftan hann þurfa líka að fara inn. Sjáum Tómas fer hérna inn, Guðmundur fer inn líka, en Karl er ennþá úti. Já. Engin ástæða til þess að vera að fara inn, það er engin hvorki maður fyrir framan eða aftan. Að gera reyna klára eins mikið að keppnin og hægt er. Já. Sjó í fyrsta sæti, þannig að hann kemur alveg örugglega út fremstur. Að það líka, sko núna getur hann unnið sér upp aðeins meira forskot. Guðmundur náttúrulega á köldum dekkjum. Öllu líkitu, þarf ekki að vera, ekki víst að þeir hafi skipt dekk. Nei, þeir eru örugglega ekki að fylla á tankinn. Ég held að þeir séu að fara með allt bensínið. Já. Út í starti, þannig að það breytir engu, það eru bara helst á köldu dekkin sem að geti dregið úr. Hann mun náttúrulega lendi í því sama, en hann núna komið sko með 22 sekúndna forskot. Já. Og ef hann heldur því áfram og mögulega sko nær að auka bilið aðeins, að þá hann að koma út í fyrsta sæti. Já, þannig hann svolítið skrítið þetta bil ef hann 20 sekúndur, hann fer ekki í pitinn hana.
Það er náttúrulega bara að halda áfram. Já, að það er eins og sumir hafi sko keyrt í gegnum pittin en ekki stoppað og það telur ekki sem pitstopp. Já, varstu að sjá það? Já, að ekki nema hérna tölurnar hjá mér eigi eftir að uppfæra sig, en þá Já. sýnir Getur það ekki þá verið ástæðan fyrir því að bilið á milli Guðmundar og Karls er bara 22 sekúndur því að hann var með 5 sekúndna forskot? Jú, að Guðmundur tekur pitt sem að tekur 15 sekúndur Já, og ég sé ekki að það sé merkt sem pitstopp, þannig að það er eins og bæði hann og Tómas og reyndar Það er Hákon og farið. Kristinn Arnar hafi bara keyrt í gegn. já heldur það sé þá ekki löglegt fyrst að þeir gera það, þeir hljóta að vera með bara betri upplýsingar við. Já, ég myndi halda að þeir þurfi að stoppa því það er þeir sem eru með skráð hjá mér pitstopp, Já, þeir eru með sko 21,6 meðaltali í pittin. heyrðu, ef þeir fara ekki í pittin þá geta bara verið dæmdur úr leik. Já, en það er þá rosalega. spurning sko hvort að Karl Fredrik og Jón eiga báðir eftir að fara bara inn í pittin. Já, það er fróðlegt að sjá hvað Karl gerir. Já, Ekki fyrir en þá. Það er ekki baráttan neins staðar. Hinrik og Aron. Hinrik og Aron, já. Þeir kystust svo skemmtilega þarna áðan. já. Hinrik saknaði Arons og hljóp í fangið á hann. Já. Þetta er óvenjulegt að sjá Aron svona aftarlega. Ég held að hann sé bara búinn að vera ómikið í rallíinu. Já, hann er alltaf búinn að vera að keppa í Íslandsmótinu í Í dört rally eða ekki. Já, það er náttúrulega sko, ég held að skítugt rally, já. Þegar það getur skemmt mann svolítið sko svona í handling að vera í rallyinu, þú ert all over sko, með stýrið í allar áttir og það getur komið sér illa sig. Já. Og bremsu, hvernig þú bremsar og allt, þú veist, taktíkinn. Þess vegna er þetta svona að menn hafa svolítið passað sig á því, eins og Íslandsmótinu Viktor. Var það ekki hann sem að vildi ekki keppa í iRacing af því að ég gerði hann reynda líka. Ég vildi ekki keppa í iRacing því ég var að keppa í Protocars. Það var líka bara því að hann hafði ekki tækifæri á því að vera að spila mikið heima hjá sér. Já. Þannig að hann vildi ekki vera að rokka á milli og var þar að leiðandi að taka Íslandsmeistaramótinu meira alvarlega heldur en við vorum bara með svona F3 mótaröð sem að var bara svona til að fylla upp í raun og veru. Já, þetta hefur það spilar allt inn í sko. Já, ég þekki það alveg vel sjálfur, það tekur langa tíma að venjast öðrum hermi. Svona það tekur alveg tíma, þú veist, þú venur á aðra bremsu, þyngri bremsur og annað allavega. Já. Þetta er allt annars eðlis. Og svo er líka, það er merkilegt að sjá það núna því þetta er sko, þessi bílar láta allt öðruvís á stjórn heldur en bílarnir sem voru að keyra í gær. Já. Þá ertu með bílar sem eru sko töluvert kraftmeiri og með töluvert öflugri beygjur og Já, þeir eru með mikið meira downforce. Og allt öðruvísi. Og þetta er eins og þú ferð út á sportbíl og ferð svo á innkaupakerru, að það er gríðarlegu munur hann á milli, en þeir eru samt að standa sig mjög vel og þeir eru sko, efstu fjórir eru að fara 1.36 hraðast 1.35 hraðast meira þess að nema náttúrulega Karl Fredrik farin í háa 1.34. Já. En hann er svo eini sem aftur að vera í pittin eða hvað? Gerur að horfa á Karl Pólsson og Marino? Já, þeir eru konir aftur í saman í stöðara. Já. Það er spurning hvort að Þrándur var hann fyrir fram að það er spurning hvort að hann hafi hægt á Marino og gert hann Karl kleift að nálgast hann hraðar. Það gæti verið. Þarna fer Þrándur allt og utalega. Já.
að það er stutt eftir og ef að mínar tölur eru allar réttar þá eru efstu 6 menn ekki búin að taka pit sem telur. Já. Að þá eru Guðmundur, Tómas, Hákon, Kristinn og Jón eru búin að keyra í gegnum pitinn án þess að stoppa, en Karl Fredrik er ekki búin að fara inn í pitinn. Hvernig er baráttan hjá Aron og Hinrik? Aron er búin að slíta sig svolítið frá, sko. Getur þið farið og spjalla hans við Aron? Já. Aron? Sæll Aron? Sæll? Segðu okkur Aron, þarf ekki að få stoppa í pittinum? Nei, þetta er bara drive-thru. Bara að rúlla í gegn bara. Það er erfitt að fylgjast með því hver eru búin að stoppa. Já, hvernig er búið að ganga hjá þér? Ekki vel, sko. En þetta er búið að vera svo gaman. Það er mjög gaman hjá okkur á persónulega spjallum okkar, sko. Við erum bara hlæjandi og fýblast og það er mjög gaman hjá okkur. Já, þannig að það er mjög lítil alvara í gangi hjá okkur. Við erum allir bara hlæjandi og Þrándur alltaf eins og stjórnlaust tunduskeiti stundum. Mjög gaman, sko. Torpedo. Hvað segirðu? Torpedo, já. Senior Torpedo. Það líka Hinrik eitthvað saknaði hann ákvað að gefa þér einn koss á hann. Já, það var einmitt svolítið. Sáuð þið þegar ég var næstu búinn að taka út hann Jón? Nei. Það var rosa dæmi, sko. Ég bara rétt, ég held ég var á beinum kafla. Og ég var ekki á beinum kafla, var að koma chicane. Já. Og ég náði að öskra á Jón og láta hann vita hann náði að bremsa og passa sig á mér, sko. Og þá var ég torpídóið. Færðu þig? Já, ég alveg, Jón, passa þig. Frá! En þetta slapp. Þetta er gaman, það verður gaman að sjá hvernig reverse-skrifti fer, sko. Já, það verður flóðið, þar verður Þrándur fremstur líklegast. Já, verður sem svona eins konar chicane á hreyfingu. En það reyndar gæti verið að Karl Fredrik verði seinastur. Nú, í akkurat. Nei, verði fremstur. Já, ef hann fer ekki í pittin. Hann er ekki búinn að fara í gegnum pittin og það er ekki mikið eftir. Það er allir búin að keyra í gegn nema Karl Fredrik. Hann veit þetta kannski ekki að það þurfa að fara í pitt. Já, ég sagði þetta áðan á spjallinu þar að segja sem er inn á iRacing chatinu. Já. Ég sagði þetta þar inn á. Sjáu þið ekki nafnið mitt poppa upp núna ef ég er að íta hann að taka hérna? Jú. Já, ég sagði þetta þarna við hann áðan, sko, inn á leiknum. Já. Býtum nú, hérna er Þrándur. Beint fyrir fram að mig. Já. Það gæti árið áhugaverð. Hann ég veit ekki alveg hvað ég að gera. Já, veitu, Jújú, við förum hérna. Hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hleypa með öðru megin? Vinstra megin. Hann ætlar ekkert að gefa þetta pláss. Gefa okkur smá skemmtun, hann far nú alveg úr skjánu hjá okkur, eitthvað lagt í gangi eða? Já, kannski. Hann var bara eftir. Hann var eitthvað ping vandamál, hann slætaði hann bara út af, sko. Já. Bremsaði allt og seint. Þetta verður áhugavert að eftir, ef þetta endar svona nokkurn veginn, þá eru þú og Karl og Hinrik að fara í baráttu. Já, herðu, eru þið ekkert að veltaði fyrir ykkur hvað kom fyrir hjá Kalla? Nei, jú, við vorum eitthvað að velta fyrir okkur áðan, hvað gerðist? Það datt á honum hjá honum stýrið. Nei! Jú, eins og ég heyrið þá, er þetta ekki mikil alvara í dag, þetta er meira sunnudagur til skemmtunar. Já, betra að þetta hafa stýrið fast, sko. Já, en þetta er alvaran sem er hérna, menn er ekki mikið að hafa áhyggjur af því hvað er að gerast, sko. Nei. Stóð hann bara með beisið í höndunum? Já, hann bara, og þrumaði á Marino. Já. Og Marino er heldur búinn að finna fyrir því að hann var að lendi í Þrándi en það rétt á hann. Þeir eru núna, Karl og Marino í baráttu? Já. Eru þeir í baráttu? Já, en við ætlum að leyfa Aroni að einbeita sér á ekstrinu vattur. Já, eins mikið og ég er einbeita mér. Já, við heyrum það öll einbeitingin. Já, endilega. Það eru gáðið vel. Takk. Þess. Já, nú erum við að horfa hérna Karl Thoresen og Marino í baráttu áfram. Já, þeir eru búin að vera svolítið að berjast, en eins og Aron sagði okkur þá lenti Karl í því að
hann hélt bara á stýrinu sínu, ótengdu við allan búnaðinn. Já, Þá er erfiðara að beygja. já, hann hefur verið með þetta skrúað eitthvað laust. En ég er með fréttir að Karl er kominn í annað sæti eftir Já. að hann tók pitstop. Já, Guðmundur er komin í fyrsta seti. Já, Já, og það sem að Karl hefur gert Hann er stoppaði. að hann stoppar í 11 sekúndur. Uss. Sem að gera það að verkum að Guðmundur sem var hátt í 25 sekúndur fyrir aftan hann, Já, nær honum. já, þetta er svona, það er þetta að gera mistök í pittinum. Já, Menn verða bara að fylgjast með hvað, hvernig reglurnar eru og fara eftir þeim. já, Það flestir Og hafi það lent í einhverju svona. að þetta er nú ekki mikið eftir og það eru 3 sekúndur hana í Guðmund, þannig að það er ólíklegt að Karl taki fyrsta seti aftur nema Guðmundur gerir einhver mistök. Já, En það er ennþá bara Marino og Karl Thoroddsen sem að eru, já, nú er maður, Þeir eru að slást eins og- hann er kominn Já. framfyrir. Og nú hefur tekist að opna lásinn. já, aftur, hann náttúrulega náði honum áðan, Já, og svo fór stýrið af. svo fór stýrið af. Það er Já. spurning hvort hann þurfa að herða einhverja skrúfur fyrir næstu keppni, sko. Já. Borgar sig að vera með að fara yfir búnaðinn áður en að keppni hefst. Já, það er erfiðar að gera það í miðri keppni. Þetta er svo mikið sko force feedback og svona sem er í gangi á þessu, þetta er svo Já. fljótt þessi sund. Ég er með stól sem ég þurfti að sjóða saman, sko. Já, að það er sko, mústu ætla Marino að fara hérna? Nei, Já, hann er eitthvað að gæjast þarna. En það er sko, ég mæli með fyrir alla að fara bara til dæmis niður í GT Akademi og prófa að taka nokkra hringi þar sem að þetta eru alvöru átök, getur verið það sko. Já, En við sáum þannig að Marino fór inn í pittin já. fyrir síðasta hring. Já, Með hann hefur átt pittin eftir. áhugaverð ákvörðun. Já. Hefur hann ekki bara átt pittin eftir þá? eða? Nei, hann var nefnilega búinn að fara í pittin. Já, já. Kannski vill hann vera í síðasta sæti og fyrstur á próf. Já. En það verður erfitt fyrir hann að verða síðastur þar sem að Þrándur er þarna einhverjum Já. 2 hringjum á eftir. Já, En það virðist vera sem svo að Guðmundur ætli nú bara að sigla þessu þægilega heim eftir. já. Hér sjáum við hann fara í mark. Já, Til hamingju Guðmundur Elíasson. já, Vel þetta gert. frábært hjá honum í raun og veru bara að halda haus og hann sér náttúrulega á skjánum hjá sér að hvað Karl er kominn langt fram fyrir hann. En hann heldur samt áfram og að því að pitstoppi hjá Karl var þetta langt að þá laumar hann sér þarna í fyrsta seti. Já. En Hann það er að vera Karl gaf honum fyrsta seti. Já, ekki nema sko að bíllinn hans hafi eitthvað klikkað eða að það sé einhver ástæði fyrir hann hafi þurft að stoppa eða bara hreinlega ekki vita það að Spurning hvort hann hafi tekið nóg mikið bensín. Já, það ætti að vera stillt sko, fast Nó, stillt. það er faststilt, þannig að þá er hann bara miskilið. Já. Ég Þá er- myndi, Keppni loki og hérna kemur Arona Óskarsson 9. inn. Og 2 fyrir aftan hann, það er Hinrik og Hinrik. Þrándur. og það er spurning hvar Þrándur er, hann er bara rólegur hérna í sunnudagsbíldunum sínum. Já. En það verður fróðlegt því nú í næstu keppni er það Þrándur sem byrjar fremstur. Já. Og Þrándur hefur verið í svolítið baráttu við bílinn. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig spilast úr fyrstu beygjum sko. Já.
Þetta kemur í ljós. Núna sjáum við ráslínuna. Það hefst strax, það engin bið neitt á milli. Staða núna Guðmundur Hvað? Hvaða staða er þetta? Það er góð spurning. Þetta er rétt staða. Guðmundur náði að klára í fyrsta. Og þú í öðru? Ég í öðru, nei. Nei, þetta er ekki rétt Karl staða. Thoroddsen þriðji. Það er eitthvað. Nú. Þetta er eitthvað. Við erum með þetta. Já, ég veit hvað máli er. Og það er ekkert sem við getum gert í því eins og staðan er núna. Nei, menn átt að fara inn í pittin eða hvað? Nei, þetta er að því að keppnin er búin og það er að byrja ný keppni að þá er uppröðunin orðin önnur. Sko. Bíddu. Ég meina það er 5 mínútna pása, þannig að það er möguleiki að gera timing screen sessions heap 1. Ef þú opnar núna result-skjalið. Nei, það er ennþá kolvitlaust. Kolvitlaust og skemmtilegt. Rambandi vitlaust. Skemmtilegt. Já, en það þýðir ekki að velta sér upp úr því. En þetta er nú þannig að Guðmundur náði allavega fyrsta sætinu eftir einhver mistök hjá Karl í pittinum. Karl tekur annað sæti, Karl Fredrik. Svo er þetta svolítið bara í móðu, svona minnislega séð allavega. Ég veit hver voru í fyrstu tveimur og hver voru í seinasta. En svo held ég að það hafi verið sko Þrándur byrjar aftastur, svo held ég að það verið Marino, Karl Thoroddsen, Hinrik, Aron og já. Það mun allavega stutt í að það komi í ljós. Já, þetta verður spennandi að sjá hver verður fyrstur. Já. Við erum ekki alveg með það á hreinu það. Jú, það verður Þrándur byrja fyrstur. Já. Svo held ég alveg örugglega að það verður sko Þrándur fyrstur, svo Marino, Karl, Hinrik, Aron, já, svo eru Kristinn og Hákon þar á eftir og Guðmundur og Karl Thoroddsen. Nei, Guðmundur og Karl Fredrik. Ég get reynd að lesa þetta bara upp fyrir ykkur. Það er Þrándur, Hinrik, Aron, Karl, Marino, Jón, Kristinn, Hákon, Tómas, Karl og Guðmundur. Þá veitum við það. Frá 1. janúar. Já. En það er merkilegt hvað Marino endar ofalega með að hann fer inn í pittin á seinasta hring. Já. Það er sem sagt, hann hefur greinilega eitthvað fært sig ofar á ráspólinn sem sagt með því að fara hann inn. Eitthvað hefur að vera, sko. Já, var það ekki bara, var það ekki bara skrefið sem hann tók? Og það var hraðasti hringur hjá Karl Fredrik, 1:35.9. Já, en Karl Fredrik fór 1:34.9 hraðast. Nú, það kom hérna upp á skjáin 1:35. En það er núna í warm-upinu, sko. Já. Hraðasti hringurinn áðan var 1:34.9 sem að Karl Fredrik setti. 1:34.9, já. Já, við erum að fylgjast með warm-upi
og bráðum mun hefjast önnur keppni þegar að sá sem endaði aftastur mun berjast fyrstur. Já, Og sigurvegarinn þarf að berjast í gegnum allt. þannig að nú ættu þeir að vera að fara að gera sér Raðast upp. tilbúna. Það þeir eru farnir að tínast og brauta. Aron búinn að yfirgefa okkur, hann fór örugglega að ræsa bílinn og keyra hann út á braut. Já, besta mál, fáðu eftir að fá bíl númer 2 sem Kristinn. Aron fyrirgeðu, það Aron Já. sem var að koma inn á brautina. Þetta uppröðunin þá þannig að Þrándur byrjar fremst, Hinrik þar á eftir og svo Aron Óskarsson, Marinó, Karl Thoroddsen, Jón, Kristinn Arnar, Hákon, Tómas, Karl Fredrik og Guðmundur Elíasson byrjar aftast. Já, hér stefnir í mjög spennandi keppni. Já, þá byrjar og svo spurning hvenær Þrándur til dæmis fer á bensíngjöfina. Þannig að nú eru þeir allir í röð þannig að það er gott að vera ekki fyrir. Nei, það vissar að vera ekki að þvælast ekki fyrir. En þarna fer Porsin inn og leið og það gerist og þá fáum við grænt ljós. Já, og það er grænt ljós og þá sjáum við Þránd taka helviti góða inngjöf og eftir honum kemur Marinó fast á eftir og sækir Þrándur er nú kominn niður einhver sæti, hann er kominn í 4. Já. Var þetta Aron sem tók þarna fórustuna? Það er Hinrik sem er kominn í 1. sæti. Já. Þarna er eitthvað, ekki Kristinn, Já. þarna eitthvað að leika sér einhvers staðar út af. Já, það var eitthvað neistaflug og allavega hana. Já, en það er ennþá baráttu um 1. sæti. Nei, það var Karl sem að tók Hinrik og Marinó út af. Já, þarna fara Hinrik og Marinó út af, Þrándur sleppur og Kristinn, hann fyrir utan í Marinó. Þeir reyna að notfæra sér þessa aðstöðu, taka hann upp eitthvað sæti. Já, það þýðir það að Hákon er kominn í 1. sæti, þeir eru 6 þarna saman en Hákon er aðeins svona að slíta sig frá þessu. Já, Hákon hefur verið heppinn. Já. Já. En nú Hákon Óskarsson og svo er það danskur á bláa bílnum. Já, Tómas í öðru sæti. Já. Og Karl í 3. sæti sem að þýðir að það ekki nú að fara að gerast eitthvað í þessu. Og þessi Karl. Já. Karl er kominn Karl Fredrik kominn upp í 5. sæti eftir að hafa ræst aftast. Eða næst aftast. Guðmundur er aftast en Guðmundur er búinn að fara í pittin. Var þetta Aron sem var að fara að út af? Rétt, hann hélt nú stjórninni samt. Hann tók smá rally á þetta. Það er eins svona að kíkja út fyrir. Já. En Karl hún er langar í sætið hans Tómasar. Já, ég held að... Tómas var aðeins út fyrir. Ég held að Karl langi líka í sætið hans Hákons. Já. Þarna ætlar hann að lauma sér inn fyrir. Já, en passa að sjá því að lendi ekki í árekstri. Já. Og meðan er Hákon að brúa bílið. Já, og sjáum að Guðmundur er kominn fram úr Hinrik. Hinrik hann að stutta á eftir. Og Karl er hérna strax að eftir Karli. Já. Þannig að þeir gætu líka, þetta getur dregið svolítið baráttunni hjá Karli að þurfa að berjast báðu megin. Karl Thoroddsen. Hann verður eiginlega að taka fram úr Tómasi sem fyrst, því annars lendir hann bara í baráttu sem hann er kominn í núna. Já.
Og það mig grunar að bíllinn hjá Hinrik hafi skemmst eitthvað því að hann búinn að fara í pittinn og það voru úr 47 sekundur hjá honum. Og þetta reyndi Karl að læða sig fram fyrir en það tókst ekki. Karl Thoroddsen hélt velli og hann verður eiginlega að ná en það ekkert svo auðvelt hjá honum heldur að taka hann Tómas því að hann Tómas nokkur hraður. Já, og Tómas líka góður í að verjast. Hann búinn að sýna það í þessari keppni. Já. Það gefur Hákoni svolítið frítt spil. Já. Og svo sérðu sko að því að Karl og Tómas eru svona nálægt hvor öðrum og svo náttúrulega Aron og Hákon gerði mistök. Tómas komið fram úr og Karl líka. Og þannig sér Karl Fredrik lauma sér innst. Og Aron hann aftastur, þetta orðin barátta þarna. Og það Tómas sem tekur forystuna. Þetta var eiginlega bara gerðistu leið og hann Hákon gerði mistök. Já. Og bara opnaðist dóminóið. Já, og þarna laumaði Karl Fredrik sér fram úr bæði, sko, tekur fram úr Karl Thoroddsen og Hákon sem gerir þessi mistök sem byrjar þessa rúllettu. En Aron ennþá í 5. sæti á eftir Karl. Og Karl Thoroddsen sem fór eiginlega vestur. Já. Já, hann og Hákon alltaf sem að missir 1. sæti sitt, sko. Já. Og þarna gerir Hákon fyrir aðeins út fyrir aftur. Það ekki þægilegt að vera með pressu bæði fyrir framan og aftan þig. Ég held að það sjáist best bara þarna það sem gerðist. Það svo rosalega lítið til að vera stöðubreytingar í svona þéttum hóp. Já, þetta getur allt snúist í höndunum á mönnum augabragði, það þurfti ekki mikið að gerast, þarna reynir hann aftur hann Karl að ná Hákoni. Já. Og reyna að ná í skottið á honum, því að það ekkert ofboðslega margir framúrtökustaðir en í braut. Það ekkert ofboðslega auðvelt að taka fram úr á þessari braut. Nei. Og svo Guðmundur komin upp í 7. sæti aftur, búinn að pitta. Og það allir fyrir framan hann eftir að fara í gegn og það þessi 5 bílar sem við sjáum þarna sem eru fyrir framan Guðmund. Já. Og núna líka skiptir strategía svolítið máli að hvenar ætlar að fara inn og ef að þú til dæmis Tómas núna sem búinn að missa Karl fram fyrir sig ætlar að elta Karl inn í pittin eða ætlar að fara á þínum punkti? Ef ég væri Karl til dæmis, þá myndi ég fara inn í pittinu. Já, ég held að það væri best fyrir hann og þá getur hann mögulega komist út í smá frýtt space. Já, hann laust bara því það sá sem að myndi taka þetta í þessari holskeflu þarna, myndi taka þá áhættu að fara í pittin. Hann gæti unnið sig svolítið upp. Já, við sjáum að Karl komið fram úr Hákoni og Aron virðist líða voða vel þarna bara í 5. og Hákon! Já, Hákon snýr og Aron tekur sætið hans. Já. Sko þetta eru líklega, Hákon hefur farið að fara of geist. Já. Ætla að taka pálmann alla leið, sko. Já, mér hefði svolítið á tilfinningunni að Hákoni líða ekki vel undir þessari gríðarlegu pressu sem hann búinn að vera núna fyrstu 10 mínúturnar. Já, hann var hann var komin svolítið nokkuð gott space þarna á undan. Já. Hann hefur bara ætlað að lengja það. Já, í staðinn fyrir að halda áfram sínu damp og leyfa þeim sem fyrir aftan sig að berjast. Já, það var ekki hans að í raun og veru að breikka bílið, þeir voru að gera það fyrir hann. Já. En Karl og Tómas virðast alltaf að slíta sig svolítið frá, Karl Thoroddsen ætlar nú að elta þá en Aron virðist hafa ítt á vitlausan pedal á einhverjum tímapunkti og svolítið svona að vinna í að týna þeim. Og sjáum að Guðmundur komin upp í 5.
hann nýtti sér það að Hákon gerði þessi mistök. Já. En þá, þú sér núna til dæmis að Guðmundur sem í 5. sæti búinn að fara í gegnum pittin og það tekur svona 15 til 16 sekundur að keyra í gegnum pittin. Að Guðmundur þá í 1. sæti, kemur út í 1. sæti ef að allir fyrir framan taka pittin. Já. Þess vegna Eins og staðan er núna. liggur svolítið mikið hjá honum Karl til dæmis að reyna að vinna upp forystu. Já. Hann er búinn að slíta sig svolítið frá Tómas, kominn hann að sekúndu fyrir framann. Sjáum hérna Hákon ætlar að vera í einhverju baráttu við Guðmund. Já. Guðmundur búinn að fara í pittin og sjálfst að pöldu dekkin líka. Já. Og En þarna þá- ætlar Hákon að reyna að fara innri, en það er því ekki. Hann er ekki með nóg mikið kraft. Nei. Að það er líka sko, Guðmundur þarf að, ef að hann fer að hugsa að Hákon var í 1. sæti og hann er núna komin í 7. sæti eftir mistök, ef að hann er búinn að vera að fylgjast með því, þá getur hann orðið hræddur að hafa hann í rassinum á sér og Já, við sáum hann missa aðeins stjórnina í gær þegar hann var með hann Högna eftir sér. Já. Högni náði að svona höggva hann af. Og þetta tekur rosalega taugarnar að vera með einhvern sem er glamrandi í speglunum. Já, og það er, sko, núna er Hákon ekki, Hákon var fyrir. Já. Hann ætlar að rúlla sér þar í gegn. Já, hann hjálpar Guðmundi þarna svolítið. Já, núna er Guðmundur eiginlega alveg á auðsjó, það er langt í næsta fyrir framann og fyrir aftan, þannig að hann getur eiginlega bara sett hausinn núna niður og keyrt bara tímatökutímana sína. Já, sett bara í fulla ferð. Já. En það er ennþá þarna, svolítið búið að slitna úr þarna hjá fremstu mönnum. Það virðast allir vera konum með svona þægilegt bil. Karl Fredrik þarna með 1,7 og Tómas sem er með 1,6 á Karl Thoroddsen, sem er svo reyndar með 4 á Aron, en við sáum það áðan að það þarf ekki mikið að gerast til þess að Aron geti laumað sér upp. Já, þetta er áhugavert. Hvað mun gerast næst? En Karl, sem sagt, Fredrik, hann byrjaði í 9. sæti eða hvað? Hann byrjaði í 10. sæti. Hann byrjaði í 10. sæti. Já, Guðmundur var í 11. sæti og Karl Fredrik í 10. sæti. Þannig að Karl Fredrik er búinn að vinna sem mest upp, sem sagt, hann var nokkuð snöggur að því. Já, en þeir fremstu 4 eiga allir eftir að fara í pittin og Guðmundur og Kristinn ættu að komast þarna í allavega toppbaráttu ef ekki efstu 2 sæti. Guðmundur ætti að taka 1. sæti auðvitað. Já, ekki auðvitað. Það er að fara að minnka aðeins spilið, Karl er strax á þetta, sko. Það er að hverfa á speglinu hjá, svona þú veist, fyrir að lengjast í hann. Já. Hann er svona að saxa aðeins á hann hægt og rólega, en nokkuð örugglega að koma sér frá Tómasi, sko. Og við sáum það áðan að leið og Karl var komin í 1. sæti að hann gerði engin mistök eftir það, sko. Nei. Ekki það að hann er ekki búinn að gera nein mistök núna, en það er búinn að vera fantaakstur hjá honum fyrir kvöld, sko. Já, þetta er bara golfæringur hjá honum, 1,4. En núna er hann að lenda í traffík við Þránd. Já, þá er það spurningin að hann fer inn. Það er pittin, já, hann sérðu, hann tekur þetta frekar að því hann vill ekki tapa á því að fara og Tómas beint á eftir. Líka, já. En Karl heldur áfram. Já, Karl Thoroddsen heldur áfram.
og Aron heldur líka áfram. Já, En núna ættum við að sjá Guðmund skríða hana eitthvað ofar töfluna. já, þarna kemur hann út. Guðmundur Guðmundur kemur hana rétt á eftir Tómas. já, Guðmundur lendir í 3. sæti. Já, en er hann á hraðanum og hann er með innri Já, hann er núna. Já, hann En Tómas er með betri í næstu, hann Guðmundur tekur hann frábærlega fram úr honum, en þá er... Guðmundur var bara með miklu meiri hraða. Já. Kom beint úr pittinum hann Tómas og var ekki minni exit. Já. En það er hérna, núna þyrftu Karl og Aron að slíta sig frá þessum mönnum ef þeir ætla að halda sínum sætum. En núna er líka Tómas að lenda í því að hann er að fá pressu í baki á sig sem hann er ekki búinn að vera með síðustu hringi. Ekki síðan hann náði að slíta sig frá Karl Thoroddsen. Já, hann er með þess að Guðmundur er með hann í baksýnisspeglinum. Þú veist, það getur verið svolítið krítískt fyrir Guðmund og hann græðir á þessu, hann Karl Sarp. Já, Karl Fredrik græðir á þessari baráttu. hann græðir mest á þessu sko. Já, af því að sko, það hefði verið betra fyrir Tómas að missa hann ekki framfyrir sig að Guðmund. Já, en hann ætlar ekki Ekki að hann verið pitt. Hann ætlar að fara aftur. Hvað rugl er það? Hann tapar bara á því. Já, þetta er vægast sagt sérstök ákvörðun. Já, og ég var ekki búinn að sjá það að hann hafi lent í einhverju sem myndi réttlæta það að fara í pittin. Hann fór bara í gegn. Aftur sem hann er að komin. Þetta var svolítið sérstakt. Hvað ætla hann sem með Alzheimer? Það er bara gleymt. Já, það er bara búinn að gleyma því. Já. En þetta Keppendur eru gamlir. Já, og hann dettur niður í 8. sæti eftir að hafa verið þarna í baráttu annað sætið. Já, það var alveg stórfurðuleg ákvörðun. Já, ég sá ekki hann hafi farið út af eða núna er hann að koma út af pittinum sko. Hann stoppar í pittinum í 15 sekúndur. Ég var að fara aðeins í framsæti á Hinrik. Kíkjum á Hinrik. Og spjallum aðeins við hann. Að Hinrik. Sæll Hinrik. Blessaður. Hvernig gengur hjá þér? Aðeins betur. Ég þarf að taka þetta eina krappa hægri beygju. Mjög vel maður, mjög vel. Erum við að trufla þér nokkuð? Nei, ég er nú bara að hoppa sætið maður. Tómas er hérna fyrir aftan mig. Mjög ánægilegt. Tómas var að taka mjög skrítna ákvörðun. Hann tók pittin aftur. Ég vekk 30 sekundar refsingu fyrir að fara fram úr fyrsta seti áður en að pittbíllinn fór inn. Þannig að þetta var svolítið hart sko. Já, það var eitthvað svolítið sem getur. Þú tókst forystuna þarna svolítið snögglega. Það kallast þjósta. Á góðri íslensku, Hinrik heldur bílum. Hefur ekki bara leyfum að keyra. Jó, við skiljum. Já. Þetta var ágætis upplýsingar. Já. En hann greinilega fær þannig refsingu fyrir að fara of snemma fram úr. Já, hann sem sagt kom með nefið fram fyrir hann við vorum að ræða þetta akkurat þegar starti var. Maður þarf að passa sig að vera fyrir aftan på fyrsta bíl. Já. Og akkurat þegar að græna ljósi verður. Já, það er fyrsti bíllinn, hann ræður og þú verður og það er oft maður tekur sérstaklega eftir því þegar það eru gulu flöggin og svona, þá getur verið ræsingin skipt gríðarlegu máli sko. Já. En þá hérna er Aron komið niður 1 sæti, Kristinn komið fram úr honum. Nú eru allir búnir að fara í pittin nema Þrándur ekki búinn að fara. Já, 12 mínútur
eftir að keppninni. Já. Og Karl kom með mjög þægilegt forskot þarna í fyrsta sætið. Já, 3 sekúndur. En það er Já. samt sko, Guðmundur heldur í hann, en hann ekkert alveg að stinga hann af. Nei, en það sem var náttúrulega, hann var kominn sko 1,5 á undan Tómasi áður en að Tómas tekur þessa. Hvað að gerast þarna? Frá Aron Óskarsson og Kristinn, þetta var þetta framtur. Já, þeir eru að taka fram úr Já. þrandi sem að fer aðeins út fyrir. En Kristinn og Aron virðast alltaf að halda sig svona nokkuð nálægt hver öðrum og virðast vera svona aðeins að sækja á Hákon. Já. Og það gæti orðið fróðleg barátta með að hver er þarna fyrir að var þetta Jón hann aðeins að dansa? Hann aftast? Já. Það er svo erfitt að sjá það, þeir eru bara 2 á svörtum bíl. Já. Þetta Marino eða Jón líklegast. Já, af því þeir eru báðir svona, Marino er nokkulega undan, hann er hlýtur á Marino. Já, minnst það líklegt. Já. En Aron kominn hérna töluvert nær Kristinn. Já. Og er innri yfir. Já, Kristinn er með skemmtan bíl, sagður, og hann er bara að nutsa svolítið. Nei. Hann tekur bara pittmanúverið á hann, snýr honum hana. Bara verður ekki fyrir mig. Já, ekki verið að þvælast fyrir. Á þessari beglu. Hann er allir beglaður. Það er hérna, það er ekki rispa á Aron eftir þetta. Nei. Þetta er mjög flott svona pittmanúver hjá honum, sko. Gerði þetta hófa fagmælega. Þetta sé ekki með gott bón á bílnum. Mér finnst það líklegt að þau verið glæð með einhvern eðal Dótó djús. Já. En það, ég held líka vandamáli hafi verið að Kristinn tekur hann að 5. sæti af Aron og Aron er búinn að líða rosalega þægilega í 5. sætinu þessa keppni. Já. Þegar voru rókeringar hann í efstu sætum hjá Karl og Tómasi og Hákoni, þá leiði Aron bara þægilega í sínu 5. sæti og... Já, ég held að nú að Aron fari nú að ná honum Hákoni. Já, og það var allavega skemmtilegt að fá smá baráttu. Það er hérna 9 mínútur eftir og svo sem getur allt gerst. Karl Fredrika. Aron er rosalega góður í svona árásum. Hann er heldur góður í að höggva sig nær. Já. Hún líður vel í þeirri stöðu. Það líður engum vel í þeirri stöðu að vera sá bíl sem er fyrir framan að sjá bílinn stækka í speglinum. Nei. Ég held að Arni líði langt þægilegast þegar hann er fyrir aftan einhvern. Já, svona þangað til, já, hann er nokkuð góður í að höggva menn. Já, en það ekki kannski á ástæðulaus að hann sé ríkjandi Íslandsmeistari. Nei. Það er sko ekki ástæðulausur. Nei, nú er orðið svona þægilegt bil hjá flestum. Karl er að gera einhver stór mistök til að missa menn fram á sér. Já, hann er komið með 5 sekúndur. Já. Þetta er orðið svo áðan sko, en hann bara hann fór hann í pittin og stoppaði, það kostaði hann sigurinn áðan. Þetta er nokkuð með í svipari röð og var nema hvað Karl Þóroddsson er komin hann í slaginn. En svolítið langt eftir reyndar, en hann er svona á fríum sjó. Já, hann þarf í raun og veru bara að, sko, það sem að núna til dæmis Karl getur bara gert er bara að halda áfram sínu dampi og keyra bara hring eftir hring og vonast til þess að Karl og Guðmundur geri einhver mistök, en það er lítið sem bendir til þess að þeir geri einhver mistök, sko. Já, við hverjum hringinum þá verður það betri. Já. Það er eina sem að við getum farið að sjá, það er barátta milli Arons og Hákons. Það er svona lítur út fyrir að vera ekki nema Kristinn, það eru 4 sekúndur á milli. Já, Kristinn náttúrulega á skemmtum bíl og Aron snýr honum og Marino og fram úr honum
Það þá spurning með Jón, hvort að Jón sé að fara ná hann líka. Það spurning, Sérðu hvað Tómas hefur klúðrað þessu? Já, þetta að hann hafi, og hann með hann með mjög langt pitstop. Hann með 40 sekúndur í pitstop. Já, það hefur eitthvað verið bílað eða hann skemmt. Það lítur það getur líka verið hann hafi stoppað og fengið ný dekk. Það verður að síminn hafi hringt og hann hafi bara þurft að taka símtal. Já, það er erfitt að segja til en það sem að hefur stundum gert í þessu að þegar þú fer í pittin og stoppar og þá yfirleitt sjálfkrafa valið að skipta dekk og þú þarft að taka hakið þar úr. Já, mér finnst svolítið mikið 40 sekúndur. Mér finnst það nefnilega líka miðað við að stoppin hjá það átt að þá vera fuel líka. Já, stoppin hjá öðrum eru 3 sekúndur hjá Aron og Marino hafa stoppað í ykkur 3 sekúndur en þá pitstoppið að taka rétt rúmar 20 sekúndur með öllu. Já. Og pitstoppið hans Tómasar tekur 1 mínútu. Já. Svo það nánast 1 hringur. Já. En það fróðlegt að vita hvort og hvað eitthvað hafi gerst eða hvort hann hafi bara misreiknað sig eða gert einhver mistök því að hann fer strax inn aftur, eða ekki, hann tekur ekki hring á milli. Ég bara, tók hann ekki 1 hring eða hvernig? Getur verið hvort hann hafi tekið pittin, tekið 1 hring og svo pittin aftur. Hann fór svo aftur inn í pittin og tók stopp. Ítur eitthvað hafi gerst á heimilinu eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað hefur að verið, það lítur að vera einhver önnur ástæða heldur en keppnisleg. Já, og erfitt að trúa að þetta sé einhver mistök þar sem þetta svona afdrifaríkt í raun og veru. Já, hann var í baráttusæti. Já. Eins og segir, þetta svona bara fun keppni og menn náttúrulega ekki að taka þetta kannski beint alvarlega. Nei, þetta svona til að hafa gaman svolítið. Já. Við sjáum að Karl Fredrik komin í 1:34.8. Já. En það búinn að bæta sig síðan síðustu keppni. Og Karl Thoroddsen reyndar komin í 1:34.9. Já. Sem þá næst hraðasti tími dagsins eins og Þessi braut þrátt fyrir gamlan aldur, það hefur ekkert orðið neinn svakaleg slys á hann. Ég held að sé ekkert. Jú, það er eitthvað banaslys á mótorhjóli. Það var svona trakti, 52 ára gamall maður sem lét lífið og svona trakti. Svo var 2007, það var svona vintage, svona open wheeler, 8 lítra vél. Varstu búinn að sjá það þegar hann hvolfti? Ég held ég hafi séð það einhvern tímann. Þú getur fundið á YouTube og hann hvolfti á brautinu, misti bílinn í slætt og hann var með svona Senna-hjálm. Já. Eins og Ayrton Senna og hann lenti undir bílnum og leit út fyrir að hafa dáið. Þetta var alveg hræðilegt slys. Já. En hann lifði það blessaður. Já, það nú gott. Hún hefur verið svolítið svona, nokkuð svona, eins og Brand Hats til dæmis og það samanburði við hana, þá hún tekið nokkuð líf. Já, þessi líka, hún svolítið svona opið, það eru stórir grasblettir til að fara út af og það hafa alveg orðið svona scary crush, eins og í Formúlu 3 kappastrikkundi þegar eitthvað flaug hérna, langa leiðir. Já. Svona airborne. Það var það Button líka sem lenti í þegar bara bæði framtekinn sprungu af hjá hann. Var það þessari braut? Nei, það var reyndar ekki á þessari braut en ef að það gerist þá breytir voða litlu hvort þú sért með mikið gras eða lítið gras því að þú ert ekkert að fara að beygja eitt eða neitt Er þetta ekki að tala um Formúlu 1 og var það kínverska breytinu? Jú, getur verið. En það bara Já, ég held að það verið Red Bull bíl. Það var Red Bull bíl, minnir endilega að verið þegar Button var að keyra hann, Keyrði hann eftir hann Red Bull? Tók hann ekki 1 tíma eða því þegar Red Bull var McLaren.
Jæja, við sjáum, mann það ekki nákvæmlega. En hérna, við erum að sjá hérna 2 hringi eftir. Já, hérna er komin smá barata, Jón komin inn í og skotti á Kristni. Kristinn með brotið framljós og beyglu, sjálfsagt akstursegjanleikarnir eitthvað breyttir. Já, þetta er ekki til að hjálpa, allavega. Jón Ingi Þorvaldsson er með réttind á brautina. Já, það er spurning hvort hann sé með réttindi að keyra á brautinu með mynd af Aroni fyrir fram að sig. Herðu, setjum hérna, getum við fært okkur inn í bílinn hans Jóns? Sjá þetta frá hans sjónarhorni. Hvernig ætlar hann að tefla þetta? Sérðu hvað hann er skemmtur bílinn hans Kristins? Já, þetta er þetta fyrir rosalegt. hann fyrir ytri. Kristinn... Missir hann svolítið. Já, en Kristinn heldur sætinu sínu. Já, því að Jón Ingi tók þetta á vík. Já. Já, förum inn í bílinn. Aftur. Þarna sjáum við augun á Aroni sem er í 5. sæti. Hann er þarna bara út allan bíl, sko. Já. Ég myndi ekki vilja að keyra með stóra mynd af Aroni fyrir fram að mig hring eftir hring. Nei. Já, þetta er spurning hvort að... Þetta er spurning hvort þetta sé einhver strategía hjá Kristinn að vera með mynd af Aroni, hvort hann búist við því að vera mest í baráttu við Aron og ætla þá að setja hann út af laginu með að vera með mynd af honum sjálfum. Já. En sástu þarna tók hann yfirskautan þessa beygju. Þetta er svolítið hættuleg beygja hvað þetta var. En Kristinn fyrir inn í pittinn. Að loka hring. Já. Hann ætlar að gera það sama og Karl gerði í síðast. Fara inn hérna á síðasta hring, sko. Átti hann þá ekki bara eftir, eða? Nei, hann var... Ég held ég sé ekki að ljúga mikið að þér þegar ég segir að hann var búinn að fara, sko. En þarna sjáum við að þarna komum sko baráttu aftur á milli Tómasar og Karls, nema hvað nú er Karl að hringa Tómas. Já, hann verður nú að steppa honum fram úr þá. Já, hann er búinn að því en heldur í honum að Þrándur fyrir hann að... Er að yfirskjóta þetta eitthvað þarna þessa beygju. Það er svo algengt að menn yfirskjóta þessa beygju. Já. En þá er þetta komið hjá Karl, hann ætlar nú kannski að færa sig fyrir Tómasi ef hún langar að reyna að klára þetta. Guðmundur kominn í markina líka. Karl komið við línuna. Það er svona síðustu menn að Tómas og Þrándur sem eru langt á eftir. Mér sýnist nú Tómas vera bara búinn að yfirgefa svæðið. Já. Þá er þessari keppni lokið. Og það er Karl Fredriksson sem vinnur. Guðmundur í öðru sæti og þetta skýrir sig svona nokkuð sjálft. Við þökkum bara fyrir okkur, eða ekki? Jú, bara takk kærlega fyrir áður. Við skiptum hérna upp stöðuna eins og þetta endar. Svo er Þrándur þannig í 11. sæti, 2 hringjum á eftir efstu mönnum. En já, þá bara þökkum við fyrir okkur og góða stundir. Yes.